sæl, Birgir Þór heit ég og þeir eru að horfa þáttinn Militech Motorsport. Á dagskrá hjá okkur í kvöld er önnur umferð Eimskip Norðurlandameistarakeppninnar í torfæru og við erum stödd í nágrenni Gautaborgar. Og við skellum okkur beint í fyrstu þraut í Gautubílaflokki. Þar er Þorsteinn Einarsson með rásnúmer 21 og er fyrstur í fyrstu braut. Snertir eitt dekk og fær 280 stig. Henrik Wesa sá varð í fjórða sæti í Stokkólmi, kemur hér annar, það er 260 stig. Þá er það Hans Maki, hann lenti í síðasta sæti í Stokkólmi. Heldur þungur bíll, 230 stig fær hann þó. Þá er það Magnús Karlsson frá Svíþjóð, búinn að lækka bílinn, leysilega nettur ökumaður. Fær hér 280 stig, hefur snert eitt dekk. Þá er það Ragnar Skúlason, Íslandi. Hann og Þorsteinn Einarsson börðust allt síðastliðið árum Íslands meistaratitilinn og þeir berjast hér. Og Ragnar tekur hér forystuna, fær 300 stig í fyrstu þraut. Glæsilega gert hjá honum, fer hér alveg inn í mittliðið og án þess að stoppa. Fyrir það að stoppa dragast 10 stig af mönnum. Þá er það Þorgeir Jóhannsson frá Noregi. Já, laglega gert, 300 stig. Og þeir eru þá efstir og jafnir eftir fyrstu þraut, Ragnar Skúlason og Þorgeir Jóhannsson. Í þriðja sæti er Þorsteinn Einarsson með 280 stig ásamt Magnúsi Karlssoni. Sigurður Þ. Jónsson frá Íslandi mætti ekki í fyrstu þraut vegna bílana og það átti eftir að reynast honum dýrkeypt. Þá er það þraut nr. 2 og það er Wesa. Það er 220 stig, 480 alls og þá er að sjá hvað Sigurður Jónsson gerir. 210 stig og rekur lestina. Ragnar Skúlason. Magnús Karlsson fekk 210 stig en hér fær Ragnar Skúlason 250. Og þá er það normaðurinn, Þorgeir Jóhannsson. Næ, þetta er ekki leiðin upp. 210 stig fær hann. Hann er svolítið villtur undir stýrið og þá er það Þorsteinn Einarsson. Var í þriðja sæti eftir fyrstu þraut og fær 240 stig og kom með 520 stig. Skýst þar með upp í annað sætið. Og hér höfum við stöðuna eftir tvær þrautir. Ragnar Skúlason efstur með 550, þá Þorsteinn Einarsson með 520, Þorgeir Jónsson frá Noregi með 510, Magnús Karlsson og Henrik Wesa. Sigurvegari í fyrstu umferðinni í Stokkólmi var Þorsteinn Einarsson. Já, hann er Einarsson. Þorsteinn, verður einhver breyting í dag? Breyting? Nei, endur taka þetta bara. Fyrsta sætið? Já, sjálfsögðu. Hafa Svíarnir verið að breyta bílunum eitthvað í liðinni viku? Já, eitthvað raukaður eftir handafóta og fóru að reyna að breyta við eitthvað. Að lækka þá meðal annars. Hafa þeir náð því að breykka þá og lengja þá eitthvað? Nei, það var ekki tími til þess en þeir verða búnir að því næstur við hittu þá. Þegar þeir koma til Íslands í september? Já. Og þá erum við komin í þriðju þraut í Gautubílaflokki og þar er Sigurður Jónsson fyrstur. Og tekur hér eitt dekk í lokin, tapar við það 60 stigum. Hann fær dekkið undir miðjan bíl að mati dómarana eða þá hann hefur verið ennþá utar. Og þá er það Ragnar í forystunni og fær hér 300 stig og heldur örugglega forystunni. Og Þorgeir, hann velti í þraut nr. 2. Nú er að sjá hvað hann gerir hér í þraut nr. 3. Já, þetta er eiginlega bara endurtekning. Þetta er ekki sama þrautin. Hann kemur út, setur bílinn í park og við séum um hjólinn. Þá er það Þorsteinn. Tekur dekk hér, 280 stig, heppinn að sleppa með aðeins 20 stig í refsingu hér. Og Henrik Wesa. ...260 stig og hann heldur þriðja sætinu.
Þraut 4. En er það Sigur Jónsson sem fer fyrstur hjá okkur. Glæðilega gert. 260 stig. Snerti ekki dekk en komst ekki nógu hátt. Það var það Magnús Karlsson. 190 stig. Hann er of mjór þessi bíl. Valtur eins og reiðhjól í svona brekkum. Ökumaðurinn óskaddaður og bílinn nánast óskaddaður einnig. Þá er bara að losa beltin og koma sér út. Það er bannað að velta bílunum á hjólinn með ökumannin inni af öryggisástæðum. Það var það Ragnar Skúlason. Þraut 4 og hann tekur hér ákvörðunum það að reyna að komast upp og skera vel þarna hlið en fær ekki með 100 stig fyrir þrautin en tapar síðan 100 við það að fara svona uttalega. Og til lukku fyrir hann þá bilaði bílinn hjá Þorsteini fyrir þessa þraut. Þannig að hann var að fara síðastur og sjá hvað Henrik Wess að gera. Hann gerir það sama eins og Ragnar ætlaði að gera en fer þó alla leið og nær í 220 stig. Þorsteinn Einarsson tapar 60 stigum við það að fara aftur fyrir. Það er ekki helmingsstigagjöf eins og var á síðastliðnu ári. Hann sker líka og fær 150 stig. Og þá er hér staðan komin eftir 4 þrautir. Henrik Wess er efstur, Þorsteinn Einarsson annar og Ragnar Skúlason í 3. sæti. Magnús Karlsson og Þorgeir Jóhannsson eru í 4. og 5. sæti. Á og til og reyndar mjög oft í þessum þáttum þá tala ég svo kallað tjakkstýri. Hér höfum við svo tjakkstýri á bílnum hjá Þorsteini Einarsssyni. Það vinnur þannig að það er öxull sem að gengur heill hér í gegnum þennan hólk. Inn í miðjum hólknum er þessi öxull svolítið sverari, nánast eins og þetta rör. Þannig að það myndast eins konar stimpill. Þegar að þrýstingur er síðan settur á vökvann sem kemur hér inni, þá færist stimpillin hér yfir og svo öfugt þegar að þrýstingur settur hinum megin, þá fer hann hér yfir. Og þrýstingnum er náð með dælu sem að tengd er með reimum við vélina og þessar reimar fara nú einstaka sinnum af. En þarna verður sem sagt þrýstingurinn til og síðan er hér deilistykki sem að tengt er stýrinu og þar velur ökumaðurinn með því að snúa stýrinu á hvora slönguna þrýstingurinn er settur. Og þá er það þraut nr. 5. Það er bara hér beint upp og Ragnar Skúlason er í 265 stig. Komið 1115 stig. Henrik Wess er í forystunni fyrir þessa þraut. Og Þorsteinn 285 stig. Hann klórar sig upp á bakkann. Þá er að sjá hvað Henrik Wess gerir. Hann fer styttra og út fyrir hér. 250 stig og komin í vandræði. Það vantar ekki nema 1 til 2 gráður upp á það að þessi bifreið velti og hér fer Henrik Wess á toppinn. Og það var Sigurður Jónsson. Hann á brattan að sækja og fer hér upp. 280 stig, komið 990 stig, vantar þarna 300 stig og fyrstu þraut. Ragnar Skúlason kominn hér í síðustu þraut og veltir. Hann fær þó 285 stig, hann læddi framhjólunum í gegnum hliðið. Og þá er bara að vona að Henrik Wess fá ekki svona mörg stig. Þá er bara að fá stig. Og Þorgeir Jóhannsson. Og hann hættir nú bara við hér, fær 100 stig og lýkur keppni með 1000 stigum. Þá er það Þorsteinn með drif á 3 með brotin öxul hægra megin að framann. En samt sem áður fær hann 220 stig og það dugði honum til þess að skjótast upp í 1. sætið. Og hér er Henrik Wess og sem betur fer hann ekki hærri en þetta og fær 160 stig og endar í 3. sæti. Í öðru sæti var Ragnar Skúlason en Sigurður Jónsson ætlaði hér alla leiðina upp, fór fram hjá hliðinu en upp á brúnina og fær 280 stig, kannski full mikið. En það reyndist honum dýrkeypt að mæta ekki í fyrstu þraut. Sjáðu hér. Hann ætlaði sér greinilega alla leiðina upp, hitti ekki á hliðið og fór stystu leið niður. Og úrslitin í götubílaflokki, annar umferð Eimskip Norðurlandameistarakeppninnar eru þá orðin nokkuð ljós.
Hér Magnús Karlsson fer sömuleið og normaðurinn fær aðeins 100 stig. En Þorsteinn Einarsson sigraði nokkuð óvænt með 1455 stig. Ragnar Skúlason í öðru sæti, Henrik Vesa í þriðja, Sigurður Þórn Jónsson í fjórða og Þorgeir Jóhannsson í fimmta. Þorsteinn, hvernig finnst þér sjálfum að þér hafi gengið í dag? Alveg hörmulega. Og vera lélega þessi dagur mínu torfærið frá upphafi. Það var allt hrunið sem ég geta hrunið. Samkvæmt stigaútreikningum með dómara og keppnisstjórnar þá lentir þú í fyrsta sæti í götubílflokki. Til hamingju með það? Nei. Jú, það er alveg hreint sagt. Já, það er. Þú ert með 55 stigum meira heldur en Ragnar Skúlason. Það er alveg ótrúlegt. What do you think of the Icelandic drivers? I admire them very much. It's nice to have them here. I'm proud to be among them. They have been my idols for many years, so this is a thrill for me to be here. Very nice. Do you think you will come this autumn to Iceland and do the race there? I hope so. I would very much like to go there, yes. Do you think you have a good chance in this race? No, not really. But I'm going to do my best. You saw the Icelandic drivers in Stockholm. How good do you think they are? They are very impressive. They are good drivers. Þannig er álit Svía á okkar ökumönnum en Haraldur Pétursson fer hér fyrstur í fyrstu þraut. Á að fara hér upp, beint upp nokkuð bratt barð. Og hvað verður hann hér í rykinu? Skyldan hafa farið á toppinn eða ekki? Það leit nú þannig út að hann væri á leiðinni á toppinn, sjáðu þið þetta. Hann fer hér aftur fyrir sig en finnur bakkýrin og bakkar út úr þessu. Glæsilega gert hjá Haraldi. Þá er það Gísli G. Sigurðsson frá Íslandi. Hann ekur kjúklingnum. En ekki fór hann langt. Fær aðeins 200 stig hér af 300 mögulegum. Þá er það Pítur Eðurlund lenti í þriðja sæti í fyrstu umferð. En hikar hér, vantar ferð, fær aðeins 200 stig. Þá er það Yngvi Lundgren frá Noregi. Þessi bíll var blár í síðustu keppni. Og það fer náttúrulega ekki á milli mála að búið er að skipta lit á þessu ökutæki. En hann þyrfti að fá sér öflur skóflur aftan. Þá er það Jónas Storm frá Svíþjóð. Í síðustu keppni ók Hans Jíridal, hinn eigandinn að þessum bíl og hann fekk 160 stig. Sigurður Axelsson frá Íslandi á Fríðu. Nei, 160 stig. Þá er það sigurvegarinn úr fyrstum ferð, Einar Gunnlaugsson frá Akureyri á Nordec drekkanum. Hann ætlaði sér örugglega fyrsta sætið hér. Klórar hér í bakkan og nær í 260 stig. Þá er það Gísli G. Jónsson, Íslands og bikarmeistari í sigurkonuflokknum. Þá er að sjá hvort honum tekst að fara hærra heldur en Einari. Þetta er svona svipað, 260 stig, rétt eins og Einar. Þóri Sjöld, tannlæknirinn frá Egilsstöðum á jaxlinum, gerir hér mistök þver og utarlega hér, snerti dekk og þar eru farin 10 stig og önnur 40 fyrir að bakka. Þannig að nú er ekki manna að gera að fara upp. Fer hæst allra hér. En sjáu þetta. Olga Korbut, 5 leika stjarna. Gæti ekki leikið þetta eftir. Hann fer hæst hér í brautinni en hann tapar mörgum stigum á að taka dekk, bakka og stoppa. Kemur hér þó nokkurn veginn heill út úr þessu, að brotnaði hjá honum hægri framöxull. Það var Óskar Björnsson frá Svíþjóð, Íslendingur sem búsettur er í Gautaborg. Þessi bifreið heitir Þór. Og hann klórar hér í 200 stiginn. Þá er Lars Jónsson frá Svíþjóð. Hefur mikið álit á íslensku keppendunum eins og við sáum hér áðan. Gerir sér lítið fyrir og fer hæst hér alla, 270 stig, finnur ekki bakkýrin og bjargar sér ekki út úr þessu eins og Haraldur gerði. Þá er það Mikael Nílsson,
Þessi bíll er með 4 strokka Volvo-vél og þá er það þraut nummer 2. Jónas Thorn hér fer örstutt og á toppinn og fór illa með innspýtinguna og Sigurður Axelsson læðist hér upp á brúnna, missir þó bílinn svo lítið langt til hægri, þarf að bakka og þar eru farin 40 stig. Fer þó í gegnum hliðið, vel gert hjá honum, tekur eitt dekk og annað og stoppar og hann fær refsingu fyrir það að fara svona aftur á bak. Það er ekki nema 100 stig út úr þrautinni þó hann sé kominn þetta langt. Þá er það Einar Gunnlaugsson. Laglega gert, já. Laglega gert Einar. Sjáu þið, hann hangir mjög ofalega. Nú er að sjá hvort hann reynir við 300 stigin. Nei, hann vill ekki fórna því að fara aftur fyrir sig, fær 280 stig. Og Gísli vantar hér örlitla ferð, kominn með 40 stig, en hann tapar hins vegar 40 stigum á að bakka og reyna aftur. Og situr fastur, fær 0 stig í þessari þraut. Þá er það Þóri Sjöll. Honum verða á svipu mistök og Gísla og nú er að bakka. En það fór loft inn á bremsukerfið í veltunni hjá honum áðan og hann bakkar og langt, þannig að hann er út úr braut og hér ætti að vera búið að flagga hann og segja hann að stoppa. Og hann riður hér veginn fyrir aðra, fær aðeins 40 stig fyrir þessa þraut, fór þá alla leið. Og þá er það Lars Jónsson. Og hann nýtur þess trúlega að Þóri Sjöll er búinn að fara einu sinni upp á bakkan og fær 260 stig. Og Mikael Nílsson á Volvonum, mjög léttur bíll og hann græðir á því. Sjáu þetta, hangir vel ofalega. Hittir þó ekki hliðið en fær 280 stig, kom með 410 alls. Gísli G. Sigurðsson tekur eitt dekk, 220 stig og staðan hér eftir aðra þraut. Einar Gunnlaugsson er efstur, Lars Jónsson í öðru, Mikael Nílsson í þriðja, Gísli G. Sigurðsson í fjórða og Haraldur Pétursson í því 5. Ekki glæsileg staða fyrir Íslendingana. Sigurður Axelsson í þriðju þraut. Refsi lítill hér hann til hann tekur dekk og fer á toppinn. Það er 290 stig. Það er nú ekki alveg ljóst hvers vegna hann fær 290 stig. Hann fer ekki upp á bakkan og tók eitt dekk í brekkunni. En hvað það? Stigin eru 290, þá er það forystusauðurinn í Íslandsmótinu og Norðurlandameistaramótinu, Einar Gunnlaugsson. Fær 270 stig, fór hér nánast jafnhátt og Sigurður Axelsson. Og Gísli, refsilaus, klórar hér í bakkan, 270 stig. Og Þóri Sjöll, bæði Þórir og Gísli eiga erfitt verk fyrir höndum. Þóri fær hér 230 stig. Vegna þess að hann fer utalega í hliðið. Það er greinilega dýrt að reyna. Og þá er það íslenski svíinn, Óskar Björnsson. Þetta hann heldur bara áfram og áfram og áfram, 230 stig. Ég finnst velveringar á þessum myndtruflunum. Og enn er Óskar Björnsson að reyna hér. Þetta er reyndar endursýningar eins og sjá má. Sjáum við eldklæringar hér út úr bústkerfi Þórs eins og bílinn heitir. En hann slapp óskata ára þessu og síðan tók áhorfundur eftir því að það var komin eldur í bílinn og létu í sér heyra. Þá er það Lars Jónsson, fer vel ofalega hér 190 stig vegna þess að hann reynir ekki við enda hlið. Og Haraldur Pétursson læðist í upp fyrir dekkin, vel gert hjá honum.
og fer hæst allra, fær þó ekki nema 240 stig. Og við erum komin í braut 4 og hér er það Einar Gunnlaugsson. Laglega gert, 240 stig. Og Gísli. Fer hér refsilaus í gegnum þessi hlið. Og alla leið í gegnum miðjun á hliðinu, fær 290 stig, hefur greinilega snert 1. Og þá er það Lars Jónsson. Og sjá hvað hann gerir hér. Og græna flaggið. Fer hér hálfur út fyrir, fær 250 stig. Gott fyrir Íslendingana. Haraldur Pétursson. Og hann fer hér í gegnum miðjuna en fær hans 260 stig. Hann virðist ekki taka neitt nema hann snertir eitt dekk þarna. Ætti að fá 10-20 stig í mínus fyrir það. Þá er það Gísli Sigurðsson á kjúklingnum. Það er sömu svo að segja, og þó hann tekur hér dekk í enda hliðinu, það er 30 stig mínus fyrir það, það er bara helmingsrefsing fyrir að fella dekkin í enda hliðinu. Og Pítur Egilund er hér upp á bakkan og 280 stig. Og Ingvar Ljunggren frá Noregi, 280 stig. Og Sigurður Axelsson, við verðum að fara hratt yfir sögu, tími okkar er langt gengin, 280 stig og hér hefum við stöðun eftir 4 þrautir. Einar Gunnlaugsson er enn efstur, Gísli G. Sigurðsson konum upp í 3., Sigurður Axelsson í 4. og Gísli G. Jónsson í 5. Og heldur hefur nú vænkast hagur okkar. Lars Jónsson fer hér svolítið til hliðar og fer inn í þetta hlið dálítið gróflega en það er eins og ég sagði áður. Það er helmingsrefsing í endahliðinu. Hann fær 270 stig. Og sjáu þetta, Gísli Sigurðsson fær 285 stig þrátt fyrir að hann fór ekki alla leið, hann læti aðeins framhjólunum í gegn. Og Ingvar Ljunggren frá Noregi og Sigurður Axelsson. Þeir velja allir að fara talsvert út fyrir brautina og fá það leiðandi ekki 40 stiga. Og Einar Gunnlaugsson missir þó bílinn of langt hér til vinstri, það er þó 270 stig og þá er það Gísli G. Jónsson. Sjáu þetta, það er sko ekkert slegið af. Bara beinustu leið, fær þó ekki nema 280 stig. Ég fæ ekki séð að hann snerti neitt dekk. Hann fer í gegnum miðjuna á hliðinu en fær þó ekki nema 280 stig. Og þá erum við komin í síðustu þraut og vegna teknilegra örðuleika getum við ekki lengur birt ykkur stiginn. En Lars Jónsson fær hér 230 stig, komin með 1470 stig. Þá er það Haraldur Pétursson. Tekur of mörg dekk hér í hlíðarhallanum. Þetta er dýrt, Haraldur Pétursson. En fær þó tilþrifa verðlaunin í þessari keppni fyrir þetta síðasta stökk sitt. Og hann fekk 190 stig og lauk keppni með 1270 stigum. Haraldur Pétursson lenti í 7. sæti í keppninni. Lars Jónsson sem sá áðan lenti í 2. sæti og þá er það Gísli G. Sjáu hvernig hann fer nett hér upp fyrir þetta dekk. Og sama hér, laglega gert, refsulausa en þá. Ætlaði sér kannski aðeins og langt, en fær þó engu að síður 280 stig, læsilega gert. Og það dugði honum til þess að komast upp fyrir Gísla G. Sigurðsson og Gísli G. Jónsson endaði í 3. sæti og hér er konan hans áhyggjufull. Er maðurinn minn í lagi eða ekki, en það kom ekki fyrir Gísla. Og þá er það sigurvegarinn í keppninni, Einar Gunnlaugsson. Og hann læðist hér upp fyrir dekkin rétt eins og Gísli. Og krækir framhjólunum í gegnum hliðið og Einar Gunnlaugsson fekk 240 stig fyrir þessa þraut. Lauk keppni með 1560 stigum í 1. sæti, í 2. sæti var Lars Jónsson með 1470 stig. Gísli G. Jónsson var í 3. sæti með 1380, í 4. sæti var Gísli G. Sigurðsson með 1365 og Sigurður Axelsson í 5. sæti með 1275. Þáttur verður ekki lengri hjá okkur að sinni, næsti þáttur er eftir hálfan mánuð og þangað til hafið það sem allra best. Bless, bless.